Já, góða kvöldið, áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur Hilmi Frey Heimissyni hingað í útsendingu frá 8 úrslitum í Íslandsmótinu í netskák. Ég heiti Sigurbjörn Björnsson og eins og ég sagði hér rétt áðan, þá er með mér Hilmi Freyr Heimisson, alþjóðlegur meistari í skák. Við ætlum að byrja því að lýsa viðureign Ingvars Þórs Jóhannessonar og Vignis Vatnar Stefánssonar. Þeir eru báðir staddir erlendis. Ingvar er í Svartfjallalandi, þar sem Evrópumót ungmennum fer fram. Og Vignir er að tefla á alþjóðlegu skákmóti í Lagos í Portúgal. Já. Það sem að, 2 umferðir búnar. Já, eitthvað í kringum það. Já. En já, þá er náttúrulega spurningin um það hvernig spáin verður. Ég persónulega held að Vignir tekur þetta. Já. Sennilega 4-1. Ég held að mun ekki vera að gefa alltaf mikið að færum á sér, sko. Hann er náttúrulega gríðarlega öflugur í hraðskákinni og hefur sýnt það alveg seinustu árin. Hann hefur gert það. Hann hefur farið yfir 3000 stig á chess.com sem er Íslandsmet. Algjört. Og það hægsta sem að nokkur hefur náð. En Ingvar Þór, má nú ekki vanmeta hann. Hann er nú að minni kynslóð. Já, alls ekki. 2 árum yngri en ég og er grjótharður. Hann hefur sjálfur farið yfir 27 í netskákinni á chess.com. Og hann náttúrulega með svona nokkuð klókan undirbúning, þannig að það er aldrei að vita nema hann sé búinn að brugga einhver lunur á gagnvart Vigni. Nákvæmlega, hann er líka alltaf í stöðugri æfingu, sko. Hann teflir mjög mikið á netinu, dagsdaglega, sko. Akkurat.
Þannig að það kannski að getur spilað eitthvað inn í sko. Mér finnst líka Vignir vera búin að gefa smá færa á sér meira en vanalega þegar kemur að hraðskák. Já. Og kannski að stressi sé eitthvað að ná til hans en þrátt fyrir það og held ég að þetta verður nokkuð öruggur sigur hjá Vigni Vatnar í kvöld. Já, ég ætla ekki að útiloka neitt og ég ætla síst öll að fara að spá Ingvari tapi, þannig að ég held að þetta verður mjög hörð og ráðist alveg bara í sjöttu skákinni. Þetta nær alveg fram í sjöttu skákina og þá fást úrslit. Já, þú ert alveg þar, já. Já, ég hef fulla trú á því að Ingvar kom á óvart. Við sáum það til dæmis í fyrra í úrslitaveðrunni í Íslandsmótinu í netskák. Þá var náttúrulega Vignir töluvert sigurstranglegri heldur en Hannes Lífar. En Hannes hafði Vignir undir. Já. Og ef að Ingvar nær einhverju frumkvæði í einvígina, þá er hann til alls líklegur. Já, alveg fínn punktur. En bara fyrir áhorfendur þá þurfum við alltaf að útskýra það að þetta verður 6 skákir teldar. Já. Eða allavega fyrstur upp í 3,5. Þannig að getur verið 6 skákir en geta líka bara verið 4 sko. Já, akkurat. Þannig og ef menn eru jafnir 3-3 þá fyrir við náttúrulega í bráðabanna og slíkt. Þannig að getur verið aðeins lengra en 6 skákir, kannski 7-8 skákir. Já, það er aldrei að vita. En svona almennt allan ef maður skoða stuðlun á lengjuna þá nú Vignir töluvert líklegri. 1,10 á Vigni sem að þið basically bara 90% líkur á. Já, það er 10% ávöxtun ef að menn leggja undir á Vigni þar sem að þykir nú ekki gott í veðmála heiminum. Nei. En eins og ég segi, það má ekki vanmeta gamla mannin, hann Ingvar. Alls ekki. Hann er náttúrulega þjálfari og hann er að þjálfa krakkana í Svartfjallalandi og undirbúa krakkana fyrir hverja skák. Já. Þeir eru bara byrjaðir. Þeir eru byrjaðir, 1 G3 á borðinu og Vignir er með hvítt, hann er búinn að vera að tefla þetta. Kemur þetta fyrir að hann teldi einmitt þetta system í Grikklandi, við vorum þarna fyrir viku cirka og vann mjög góða skák á móti sterkum alþjóðameistara frá Englandi með 2450 stig. Og það er einhverja breytingar að rittarinn sé á G1 en ekki á F3. Þannig að núna kemur biskupurinn aðeins sterkar inn á diagonálinn núna sko. Já. Ég veit ekki alveg, Vignir er með eitthvað undirbúning hér en þetta er nú frekar normal. Ég hugsa að þetta sé reynda bara frekar að Vignir sé ekki búinn að undirbúa sig, þess vegna lék hann G3 í fyrsta leik. Já, en það sem að segja, hann var að tefla þetta í Greiklandi sko, í kappskák, þannig að hann er búinn að kíkja á þetta sko. Já, ég skilji, já. Ég held að það sé alveg máli. Okay. En C5 væri nokkuð venjulegur hér, hann leikur þarna. Sennilega svara með, nokkuð D3, virka mjög normal. Já. Bara að valda rittarann og spyrja hvort það vil drepa hann eða ekki. Vignir vill örugglega, Ingvar vill örugglega geta leikið bara biskut D5. Já, en þess vegna er líka fínt að leika D3, þá getur stundum svarað því með E4 sko. Já, akkurat. Halda þessum peðamassa sko. En það er nú samt að passa sig aðeins á taktikinn á E4 þá. Já, það er alveg rétt. Ef það kemur biskut D5 núna þá gengur E4 ekki út af rittarinn bara E4. Út af rittarinn bara E4 og rittarinn á C4 er í döðunum eftir það. Já, nákvæmlega. Ingvar er náttúrulega, hann er mikið svona mynsturfræðum, þannig að hann hugsar oft skákina í einhverju svona mynstrum og hann er mjög öflugur í svona taktík, svona tiltölulega einfaldri taktík sem að byggir á svona mynstur hugsun. Rittari C6, ég er ekki alveg viss að það sé besta leikurinn. Já, ég hefði örugglega leikið C5 og allavega sett þetta peð þarna sko. Já. Til að fá aðeins meira grip á miðborðið, en menn hann fer mjög kallinu út, það meikar alveg sens væntanlega. Já, ég hefði leikið biskut D5 vegna þess að ef hann hefði þá svarað með rittari E3 þá hefði Ingvar getað leikið biskut C6. Já. En nú er hann búinn að taka þann reit af biskupnum. Já. Þannig ég er ekki alveg sammálið þetta sé, eða ég er ekki á því að þetta sé góður leikur hjá honum. Nei, en alltaf spurningin er vantilega svo að svartriddari biskup hvíts, hann þarf vantilega að fara út, maður þarf nú að fara út með kallana, en riddari F5, þetta er alveg leikur en ég meina hvað er þetta ekki bara drepið og tekið tilbaka og leikið C6, blokkað. Jú, ég myndi nú halda það. Og gerir það, leikur bara C6 og kemur hvað, B4 eða hvað? Og núna biskup D2, hann er Vignir með einhverja hugmynd hérna, sennilega leika B4 og A4 og kannski reyna að leika B5. Já. Og reyna að opna fyrir biskupin á G2. Við sjáum að biskupin á G2 hann stendur smá svona að horfa á þetta valdaða peð þarna á C6.
En dróðing C8, mér líst vel að hennar leik, hann vil leika biskup H3, hugsanlega skipta upp á þessu, þannig að kemur hrókur E1 með hefðbundið og eftir biskup H3 þá vil hann fara með biskup til H1. Já, hann vildi halda þessum biskup. Og við sjáum að þá myndi samt hrókurinn ekki hanga á F1, en ok. Það er einhverja breytingar hérna, ég líst eiginlega ekkert á riddari D5, en svartur stendur bara mjög vel hérna. Já, mér finnst þetta nú, biskup C3 virkar ekki samfærandi á mig. Nei, ég er sammála því. Hver er eiginlega hugmyndin? Biskup D4 getur til dæmis verið svarað með riddara 4 sem myndi vinna biskup á parið og ég meina svartur með enga veikleika, ég meina það er ekkert að frétta þar, þannig að og við sjáum líka að tíminn skiptir mjög miklu máli í svona einvíum og við sjáum að hann drepur þetta, en við sjáum að Ingvar Þór er með mínútu meira, cirka. Þetta finnst mér nú vera ansi bratt að drepa bara. Já, en ég meina að Vignir er ekki að tefla upp neitt hérna, sko. Nei, ég meina svartur er bara komið betri ef hann drepur bara tilbaka mögulega með hrók. Já. Ég hef drepið tilbaka með hrók, en allt í lagi, hann gerði það ekki. Þetta pressuð þarna á E5, já. En við sjáum að, Vignir er að setja central peðin sín á hvítareiti, en hann gerir það hreinlega út af því að, sem sagt, svarti biskupinn á hvítum reitum, hann er ekki með neitt anstæðing og þess vegna vill hann setja peðin á hvítareiti til að vera, sko, þannig að hann fer ekki svona góð færi, sko. Núna getur Ingvar drepið á C3 og leikið biskup G4. Já. Og en það er sem bara svara með dróðning E3, en já, veit ekki, ég meina, þetta er örugglega í eitthvað svona jafnvægi þessi staða. Já, það er líka, það er sennilega óþarf að drepa, leika kannski, bara beint biskup G4. Og dróðning E3 náttúrulega, hann vill ekkert standa í þessari leppun og dróðning B6, ok, athyglisvert. Já. Vill fara í þægilega endatap, þar sem D3P stendur smá, daga, tekið, þarf að taka með hrókvæntala til að valda riddarann. Já, hann drapar allt, ok, og þetta er, hann leikur biskup C3, vildi ekki fá, við sjáum Ingvar, hann var með smá reaksjón þarna. Já, hann átti að drepa bara. Já, hann átti að drepa tilbaka bara á G7 og spilta þannig. En það sem að gera sérna í þessu endatalpi hér er að mislitaðir biskupar búa til mjög mikið að jafnteflisjensum og við sjáum að Vignir, náttúrulega mjög reyndur skákmaður, byrjar að setja peðin sín á hvítareiti til þess að... Þetta er nú ennþá betra á Ingvar og þess að peð á D3 er ennþá veikt. Já. Nú ætlar hann að dobla hrókan á D-linu og sækja D-peðinu. Algjörlega, sennilega það bara leika... Ok, ætlar að valda með kongur E2. Já, en það sem að gerist hérna er samt að, ok, svartur er með... Hann þarf að svara þessum með A3 vendilega. Stoppa B4. Já. Það meika mest sens og þá leikur B3. Ok, við sjáum að þessi skák endar örugglega jafntefli nema að gerist eitthvað seinna meir í tímarhækinu. En Ingvar þarf alltaf að fara að halda áfram að tefla ágætlega hratt. Já, það getur ýmislegt gerst, sko. Mér líst eiginlega ekkert á B5, ég fannst hann eiginlega ekkert fáin mikið út úr því út af því að núna stendur peð á C5. Já, nú finnst mér staðan aðeins vera búin að snúast Vigni vil, en það má reyndar ekki gleyma því að hrókurinn á E3 hann er bara áhorfandi eins og staðan er akkurat núna. Já, hann er bara ákveðin varnarmaður, sko. Og Ingvar er með tölvöld betri tíma. Já. Það er að fara þangað. En já, við sjáum út að peðið er á B5, þá einhvern veginn þurft hann að afleysa D-línu pressuna sína. Ingvar getur líka A4 núna. Já, tekið og A3. Og núna getur hann farið að leika hrókur D8 aftur, sko. Já, hann getur ekki leikið C4 og reynda að koma inn á hann með hrókur D2. Ok, fer þangað. Já, og Vignir hann er alltaf búið til eitthvað mótspil. Hann ætlar ekki að sitja bara að horfa á stöðunni sína að vera verri og verri. Með sennilega rétt ákvörðun. Spurning hvort að E6 er góður. Nei, drepur og leikur þarna. Vill byrja að fara að setja pressu á F6-peði. Já. Sjáum að biskupinn á B2 setur á það. H7-peði líka í rauninni. Nákvæmlega. Og þetta er einmitt svona staða sem maður einhvern veginn tapar á móti Vigni í alveg óþolandi. Biskup C3 myndi ég halda. Núna, nei. Leikur G5. Ok, hann vill og tekur með HP. Já, ok, þetta er núna biskup B5 vantilega. Eða biskup F6, já, biskup B5 mjög góður. Já, þetta er nú orðið betra á Vigni núna. Já, en hrókur A2, hvað er að gerast þar?
þarf að fara væntanlega í eitthvað svona mótspil. Sjáum líka Vignir byrjar að tæpra á klukkunni, 10 sekúndur eftir, valdar þetta bara svona, ok. Já. Þetta mjög góð tækni og leikur síðan Biskup B4, sjáum að P og A3 og Biskup B4 valda hvernig annan, að eilífu, þannig séð. Nú passa sig að vera ekki mát. Já, kongur F5 væri, já, ég meina að þetta bara, tekur bara þetta peð og hvað fyrir þetta? Já, hann ætlar að koma Biskunum fyrir á F5, þann Ingvar. Já, og halda eitthvað svona fortress við þannig. Já. En hann þarf að finnur það, flott. Og Biskup F5. Ingvar náttúrulega ennþá með miklu betri tíma, en Vignir, Vignir að búa til eitthvað. Hann ætlar að reyna að sækja að AP-inu og hafa hrókudröpur F5 svona í bakhundin ef að já, nákvæmlega. Tækifæri gefst. Myndi gefa, en byrju þetta var bara, núna kemur, tekið og kongur E5, þetta búið. Það hlýtur að búið og þessi peð hlaupa bara. Já, þetta lítur ekki vel út. En byrju, hrókur B3, nei, þá kemur G6 strax. Já, kemur G6 strax og við sjáum að kongurinn á E5 getur stutt peðið með kongur F6. G6 strax, tekið, G7 og það bara tempói of stutt. Ingvar reytir hársitt og skegg. Og þetta einmitt það sem ég að segja, Sigurbjörn, að þetta einmitt svona stöður. Vignir búin að sjá G6 núna, hann hlýtur að leika því. En það getur kannski... Já, leikur væntanlega þarna og... Já, þetta það hrókur B3 bara engin leikur. Og hótar ekki neinu út af því að GP einfallega fljótar en AP. Já. Nei, heyrðu, hann vekur upp með skák. Hann vekur upp með skák, ok, en þetta endatafl nokkuð daburt og líka sérstaklega drottningendatöfl svo ógeðslega þegar með lítinn tíma á klukkunni. Hann tekur P og B4, þetta alveg... Svo lengi sem hann getur ekki þvingað frá drottningköp 1 og 3 þá... Þarf að fara til D5. Getur þetta sloppið hjá honum. Hvert skákar hann? Og E6. Og leikur síðan F5, eða hvað? Ok, gerir það. Nú best fyrir Ingvar að fara með kónginn sinn bara sem lengst í burt. Já, en hann hefur sennilega tíma. Gerir það samt, kongur D3, rétt ákvörðin, en þetta lúkar eins og drottninga F8 með enga reyti eða ekkert skák í gangi. Borðið hreinlega of stutt, F7 kemur og þetta bara búið. Hann með enga skák og P-ið komið á langt og næst kemur bara drottning D6 skák og síðan F8 drottning og 1-0 fyrir Vigni, þannig að ekki alveg búið, en drottning E8 bara, þetta lítur að búið með að sjá. Það er aðeins að vanda sig. Já, aðeins að vanda sig. Passa tíman, fyrir til H7. Ok, nú byrjar hann að skáka. Til F8 og núna spurningin D6, drottning D6. Þá myndi ég leika drottning E7. Já, drottning K6 þá. Já, en drottning K6 núna. Hvað er þetta? Kongur E8, drottning B8 skák. Þar að skáka, eða ok, skákar þarna athyglisvert. En þetta vandamáli hérna að Ingvar með engan tíma á klukkunni og þetta gerir svo ógeðslega erfitt og drottning C7 hérna hefði skipt upp á drottningum. Hvítur vann 1-0. Já. Þetta einmitt þessar stöður sem ég var að tala að Vignir bara svo ógeðslega finnur alltaf eitthvað til að búa til. Já, Ingvar þannig að þegar staðan kom upp alveg í byrjun þá átti hann að leika H5 ekki staðar. Já. Þegar þetta blev komið upp því að Vignir fekk að íta peðanum á kongsvang bara óáreittur. En allt í lagi. Ingvar með hvítt núna og leikur E4. Ok. Athyglisvert, hann leikur E4. Hefur Ingvar verið að tefla? Hefur hann ekki búin að vera að tefla? Jú, hann var svolítið að tefla E4 á Rótos í Greiklandi. Já, ok. En hvað með hans ferli? Já, hann náttúrulega búin að tefla ýmislegt en kannski mest svona eitthvað D4 svona Katalan og mögulega enska leikinn Ok. Og jú, eitthvað svona London. En nú hann komin út í Maroski uppstillíkuna. Nákvæmlega. Ef hann búin að skoða þetta vel, ef hann þekkir þessa stöðu vel, þá gæti hann náð góðum úrslitum. Nákvæmlega. Biskup E3 spurning. Já, með data í hug. Vignir ekkert að leika þetta endilega. Já, hann að tefla ykkur á hliðalínu með data í hug. En þetta hef ég ekki séð áður, en þetta getur ekki verið það hættulegt. Nei, heyrðu, Ingvar að tefla alltaf rætt, hann að leika H4. Já, það leikur hann, já. Já, ég meina... Já, jú. Lúkar. Það bara ekki nokkur einst spurning, hann er líka H4 í stæðan fyrir að hrókur stutt. Já, út af biskupin á G7 hann farin og hrókurinn ennþá á H1 og hann bara H5 kemur næst og ég ekki að segja að sé eitthvað unnið en þetta allan að Vignir má helst ekki gefa kost á svona. Já, B4 og þetta mjög athyglisvert.
Þetta eitthvað tryggið. Hann vildi ekki leyfa sennilega drottning B4 og fá eitthvað svona grip á svörtureitunum. Felst smá í því að riddarinn vill fara til D7 og koma sér yfir á E5 eða C5. En þetta alltaf athyglisvert og við sjáum að það uppskipt á B-pöðum, en spurningin hver græðir á því? Ég myndi halda allan að staðan hjá Ingvari virkari. Nákvæmlega. En ég smá áhugjur á peðun á C4, sko. Já. Við sjáum að hvítur með 3 peða yfir. Hann gæti kannski leikið riddari í D5 núna, sko. Já, nákvæmlega. Ef það drepið þá getur hann tekið á D7. Athyglisvert. En ég meina að þetta engin leikur. Ekki hægt að leika riddari C5 og drepur á E7 og leikið drottning D8 eða hvað? Prókurinn fastur. Já, getur reynd að tekja á E6, sko, það kannski ekki nóg, ég veit ekki. Já, en hann alltaf undirbýr riddari C5, prókur E8 mjög lógískur. Já. En núna spurningin með þetta riddari D5 dæmi, en það virkar ekki alveg eins og þetta peð á E7 núna valdað, sko. Já, það málið. Já, mér finnst hann tefla þetta svolítið hægt en Ingvar. Já. En allt í lagi, ég menn þetta ennþá staða. Hann náttúrulega, struktúrinn hans veikari vegna þess að hann með 3 peðaðir á móti 2, eins og ég sagði áðan, sko. Já, sko, það sem Ingvar verður líka að gera í svona stöðu núna, hann verður líka reyna að fá eitthvað mótspil á Kongsvang, til dæmis með leika H4. Þó hann sé nýbúin að leika H3, að þá, Gerir það. Fattar mistök sín og fer með peða einum lengra. Það var spurningin, það var alltaf spurningin, leifa H5 eða leika H5 sjálfur og Vigni kýst að leika H5 sjálfur, mjög lógist, stoppa bara, og F4, sætt. Já, þetta nefnilega nokkuð gott hjá Ingvari núna. Já, leikur þarna, já. Sko, hann þarf einhvern veginn að... Já. Hann getur náttúrulega komið sko rók á þriðurættiruna. Akkurat, leikur þarna. En þetta nóg? Það kemur ekki bara drottning C5 og Vignir að fara að spila upp á þessa veikleika? Ég meina, ég get ekki séð af hverju drottning C5 ekki bara mjög góð staða á... Já. Bara mjög gott endatap. Ég meina, hvítur bara með fleiri veikleika, svo ég sagði áðan. Þannig að tekur þetta bara með riddara og... Tekið með hrók, með líka mjög mikið sens. Tekið og hann ætla sannilega að taka með biskup, já. Hrókur F1, sjáum að Ingvar þarf að halda uppi einhvers konar pressu. Biskup D3 og þau núna. Já, hann onni á F7, sko. Já, með skák. Biskup er F7 með skák og það getur, þá tapar það peðinu. Það er rétt. Þannig að hrókur F1, við sjáum að Ingvar í þessari stöðu þarf klálega að halda uppi sinni pressu. En á hann þá kannski riddur F6 núna. Ég myndi halda að þetta sé erfið stað á Ingvar að því að þessi 3 peð hann á miðborinu, F, E og D peðin á svörtum. Ef að lengist úr skákinu þá verða þau mjög öflug. Já, þau eru mjög solid og við sjáum líka E-peð, E-frípeð. Já, akkurat. Einfallega þýðandi það að það er ekkert peð sem getur stoppað þannig sé seinna meir með því að renna upp borðið. Akkurat. Og þar með mjög hættulegt að þú fær nýja drottningu, sko. Akkurat. En riddar S6, mjög lógískur. En málið var, ástæðan okkur ég vildi hafa hann á riddarinn á C5 kannski voru það því að peð á A6 alveg eini veikleiki í stöðu svarts. Já. Og við sjáum að núna kannski til dæmis hrókur B6 en ok, Vignir búin að reikna þetta eitthvað. Ég held að hann hafi samt bara ekki hreinlega tími að eltast þetta peð á A6. Nei, já, ég sé það núna. En þetta peð á C4, þetta var ástæðan okkur, ég var ekki alveg viss með þessa ákvörðun. En riddaði D5 sannilega góðu leikur út af því að ef þú skiptir upp á þá sjáum að biskupur á E2 mun allir vera að horfa á peðu A6, sko. Já, akkurat. Og hann þarf að reyna að fá eitthvað svona mótspil. Hann verður að fá mótspil, það er rétt. En, sko, hann getur umtlað tekið með biskup og svo með riddara. Leikur A5. Og líka já, einmitt. Já. Þetta umtlað góðu leikur. Þetta er mjög leiðilegt að lendi í. Og við sjáum að peðið á D5 hótað tvisvar, þannig að hrókur D4 gerir sennilega ekki neitt og það peðið fellur bara. Og ég held nefnilega að Vignir tekur núna bara riddaradripið D5. Það reyndar að passa sig á biskup C4 framhaldinu, sko. Já. Já, en bakka bara til F6 og allir slagir. Og við sjáum að núna var ekkert mótspil náð og D og E peðið, þau eru núna bæði frípeð og við vitum það að samstæðið frípeðið eru náttúrulega stór hættilega út að þeir munu valda hvern annan á meðan þeir fara upp, sko. Já. En G5 samt eitthvað leikur. Nei, eða ég meina, þú eftir þú bakkar, sko, en þá spurningin hvert bakkar sko. Ég veit ekki, þetta lítur ekki vel út hjá Ingvari. Nei.
Já, vesinni var líka það. Já, vesinni var að þú hefði sennilega tapað GP-inu með eitthvað svona Hróku C3 og Hróku G3 skák. Já. Tempo, Já. dæmi, sko. Akkurat. Þannig að ég með þessa stöðu, já, ég meina, þetta er bara unni á svart, þetta er bara, eins og við segjum, þetta er bara smá tækni og Já. ef það er eitthvað sem er góður í tækni, þá er það náttúrulega þessi maður hérna, með svörtu kallana. Já. Það að setja riddarinn á E5, við sjáum að riddarinn þeir eru alltaf mjög góður. En byrju biskup B3 þá ekki skákinn. Já, hann á skák, sko. En ok. Og hann getur meiri sér drepið og farið til H7. Nei, út af G6 kannski. En þá kannski riddari E5 núna. Já, bara riddari E5 núna og við sjáum að riddari á miðborinu, sérstaklega valdaður, getur ekki verið stuggaður við, það er alltaf bara frábær riddari. Ok. Það verður aðeins að passi, sko, G6, já, ok, þetta... Já, og síðan vill að leika D5 og bara algjörlega skjóta niður hennar biskup og... Já. Eða þarna til dæmis og... Já, þetta er bara H4 P fellur. Ef þú leikur H5, þá skáka ég bara. Já. Á H4. Þá fellur P... Eða riddar F4, náttúrulega. Riddar F4 bara. Já, og ef þú fellur G4, þá kemur riddar E2 skák. Og já, og þetta er bara, þetta er ómikið að piðum. Já. Og ég býst við því að hann kastar örugglega inn handklæðinu bráðum, en teppur þetta eitthvað aðeins áfram. Það verður að berjast áfram. Kannski, já. Hann hefur klárlega átt sín færi, hann Ingvar, bara ekki alveg náða Já, hann gefur þetta. Já, hann ekki alveg náða að halda þetta út, en allt í lagi, tvönlundir, ég minna það er ennþá hægt að tefla þetta. Já, hann átti ekkert að leyfa, gæst ekkert verið að leyfa þessi drottningauppskipti með svona mikið að peða í. Nei, ég held að hann hefði bara hreinlega glemt hún C5. Já, alveg örugglega, hún missir alltaf dýnamíkina í stöðunni, sko. Já. En ok, Benoni on the board og 3 C5, þetta er talið vera bara fýtt Benoni út af, já, og A4 og já, og Vignir sýndi með þetta líka í Grikklandi og sagði að maður þarf ekki að vita meira en þetta. Þannig að hann nær þessari uppstillingu hér og leikur sennilega riddari C3. Vignir var líka með eitthvað svona A4, Hrókur A3 hugmyndir og fjallaði það á á Capital Chess sem er síða hjá einhverjum vinum hans sem er mjög góður kors, já, menn hafa áhuga á því, en ok, fáum við upp einhverja svona stöðu. Já, sko, frægasta skákin í þessu G3-afri í Benoni milli Kostner og Kasparov frá 1983 eitthvað álíka. Sem að ég held að Kasparov unni með einhverju mannsfórn á miðborðinu. Já, nokkuð sem hann eftir þessu, já. Já. En núna... Já, staðan er flókin, sko. Já. En Benoni struktúruna, þeir stemma mjög mikið á það að hvítur með þetta peð á D5 sem að gefur hann augljóslega meira space. Já, meira rými. Meira rými, sko, og en svartur er með smá svona, þetta peð á D6 og C5, svona valda hvern annan einhvern veginn og... Já, svo er með biskupin á lönguskálinni og Hrókin á B8, þannig að það er smá þrýstingur niður B-línuna. Nákvæmlega, þannig að það sem að gerist hérna er að þetta Benoni struktúruna er yfirleitt svona 3 úrslita skákir og mjög flóknar stöður oft. En ég spyr samt þessu Kjáni, akkur lék ekki Vignir riddari C4 í byrjunni fyrst hann lék riddari D2 og A4 og svona snemma? Já, ætlum að það ekki bara að spyrja hann, sko. Kannski gleymd hann því maður. Já, vegna þess að núna einhvern veginn þarf hann að leika biskup F1 til að leika riddari C4. Eða hann vantilega undirbúa það með því að leika biskup F1. Já, en hann vill samt ekkert endilega vera að skipta upp á köllum. Ég held að það sé meira bara að hóta A-peðinu. Út af því að hvítur með meira rými, þá er mjög gott fyrir hann að vera að halda inn í sem flestum köllum, sko. En hvað með þá bara leika svo C4 núna? Er það hægt? Já, ég meina, hann gerir það. Ingvar gerir það. En núna ætla Vignir að finna sér nýja reyti og sjáum að C6-reiturinn er kannski eitthvað svona áhyggjuefni, ekkert endilega núna. En biskup G4 núna? Nei, það er reyndar hún í A6, en já, ok. Já, biskup G4, ég myndi líka kannski bara leika H3 og fá bara biskupaparið og slaka hans á. Já, og vilt nú samt oft losna við hann að svartreita biskup í Benoni? Já, þetta er rétt þar. En, ok. Leikur rittar eftir 7. Vill sennilega fara til E5 og Ok, það er bara fyrst spurning. Riddari D4, hvað gerist þá? Hann gerir það ekki. Gerir það ekki. Ég hefði örugglega leikið biskup B7, ég mánum alltaf að leyfa riddari C6 með tempói. Nei, akkurat, sko. Ekki nema eigir eitthvað, sko. Já, þetta er svona... En þetta er leiðilegt, sko, því að svartariddari biskup svart er náttúrulega
varnarmaður kóngsins og við sjáum með hann hverfur Já. þá... Hann líka svona krúnudjásni svolítið að því að hann býr niður þrýstingin, eða býr til þrýstingin á B2-peðið. Já, nákvæmlega. Það einmitt það. F6, ég ekki alveg viss með þetta, en ég meina, ok, Ingvar vill ekki skipta þessu biskupum, hann er alveg klára á því. Núna er maður svona einhvern veginn farin að leita einhverju sko taktík fyrir Ingvar til hann að redda þessu sko. Já. En ég minna riddari D3, er það hægt? Það er spurningin. Dreipið og hvað? Hrókur E3? Já, ég bara ekki viss hvort þetta peðið lifir af, sko. Já, þá kemur, hrókur E3, þá kemur kannski riddari C4, er það ekki? Já. Okay. Gerir það, hann fer í eitthvað sprikl, ok, sjáum, ef þetta virkar ekki neitt, þetta með svo hugsaði, drottning F3, setur meira svo líka á F6, þú getur ekki dreipið það. Tvöföld hótun, en allt í lagi. Já, ef þú dreipur á F6, þá kemur náttúrulega hrókur F8 eða svo Já, já. ok, það hengum vantilega á D2 fyrsta lagi, en... Ok. En bara fyrir áhorfendur, peð á F6 er ekki óný. Já, það er sennilega eitrað út af hrókur F8 og biskupinu leppur. Já, hrókur A4, en átti ekki D2 millileikur hér og þetta er alveg eitthvað sprikl, sko. D2 er reynda skemmtilega leikur. Já, en hrókur D1. Ja, en hrókur D1, og ég minna, ok. En hrókur B4, er það leikur? Já, dreipið og... Ég meina, hann þarf að gera eitthvað. Leikur hrókur B4. Ok. Ég er nú ekki frá því Ingvar sé nú svona... Mér finnst taktíkin svolítið vera honum í hag. Já, en það, já... Ég veit það ekki, sant? Ég er náttúrulega með marga ára reynslu að tæflaði Vigni og við höfum telt svona 5.000 hraðskákir og vesenið sko er að Vignir er svo ógeðslega góður í að lækka mótspil andstæðingsins og verjast bara vel og tefla bara vel. Hann er úrræðagóður, en það má ekki glemma því að aftur er hann búinn að gefa biskupinu G2 og Ingvar er þá með hennan biskupi C8 sem að gæti vippa sér á H3 einhvern tímann og bara búið til hótanir. Nákvæmlega. En spurning hvort það sé nóg, hrókur B6 fýlleikur, líka bindir hans biskupinu á C8. Út af hann vill örugglega ekki tapa peðinu á A6 for free, en ok, biskup H3 samt. Já, já. Já, við sjáum að eftir hrókur A6 kemur drottning C1 skák og það leikur, já, og það er eitthvað onni á E4 nefnilega út af mátinu í borðinu, sko. Já, akkurat. Þannig að sama hvort þú myndir, já, hrókur A6 C1 og ef þú fer tilbaka með drottninguna þá bara dreipið það og tekur á E4. En það er samt sko biskup E3 í framöndunum, ef það kemur drón C1 skák, eða semst dreipið A6, drón C1 skák, drón D1, drón D1, riddur D1, hrókur E4, biskup E3. Já, en ég dreip það og eftir E3 þá leiki ég sennilega biskup G4 og ég vinn hérna... Ha? Var það ekki það? Nei, þú ert þá að... Já, drón C1, ok, sjáum við það. Já, það hlýtur að koma núna bara. Já, og ef þú leikur riddari D1 þá dreipur E4 og eftir biskup E3... Nei, það kemur sko drón D1, það er það sem að... Já, drottning D1, já, ok. Já. Já, meinar það svoleiðis, ok, já. Dreipið á E4, biskup E3. Já, þú varst að tala um þetta, afsaki. Já, já. Ok, og biskup F8 er þá örugglega... Eða hrókur B4, kannski. Á biskup H6. Hrókur B4, þetta... Ok. Þetta er bara að snúast algjörlega í hag. Líka, Ingvar þarf að fá eitthvað svona úrslit í þessari skák. Hann getur ekki verið að taka á sig 3-0. Nei. Og Vignir fer bara í jafnteflið, sem er mjög sniðugt út af því að staðan er örugglega annars bara verri á hann. Og þetta er líka bara mjög lógískt að taka á sig 2,5 áður en við dettum í hlé. Ef að fær jafnteflið þá þá er hann bara sáttur við það. Já, ég er nokkuð viss að Vignir tekur bara jafnteflinu eða ekki. Jú, það er allar líkur því. Já, hann hefur ekkert að spila hérna. Ingvar er eitthvað að reyna að reikna sko hvort hann megi, hann getur auðvitað telt áfram með að gefa biskupinn. Já, meinar, og leika hrókur B1. Ég meina, sumuleyti verður hann að gera sko til að halda sér betur inn í einvíginu og að reyna að vinna, en ég meina hann getur þá líka auðvitað tapað. Já, og það hann tapar H7-peðinu strax, ef við sjáum kóngur E7, hrókur A7. Hann þarf að gera þetta, ég meina það er ok, biskup D7, ok, interesting. Ok. Núna riddari C3 og F5, ok. Þá kemur skák þarna og þetta er bara eitthvað annað jafntefli eða hvað? Nei, ok. En ég er ekkert svo viss þessa stöðu, sko. Nei, ég veit ekki, sko. Ok, H6 held ég sé gott reyndar. Já, H6, hann þarf að stugga við þessum biskup, hann má ekki að leifa alltaf mikla pressu. Getur hann leikið biskup B5 núna? Já, en ég held að hann vill freka fara í
Þetta er alltaf passíft, sko. Getur eiginlega ekkert verið að valda þetta persóna. Nei, þú verður að gera eitthvað meira. En hann vil kannski reyna að koma biskunum með F4, biskup B5 og eitthvað svona. Já, hann ávallega hrókur D, hann reyndar að séu þrjú tempo hér. Og Vignir hýttur bara að mista hrókur D3 í fljótu bræði. Þetta er A4, þetta er engin leikur, ég get bara drepið A4 og tekið á D5 og ég peði yfir og ekkert að segja mér að þetta sé minn mann, það getur ekki verið. Nei. Hann getur tekið F8. Býtu, okkur leikur ekki kongur í A7. Hann tekur F8, já. Hann sér þetta væntanlega. Tekur H6 núna. Nei, býtu, tekur H6 núna. Já, eða bara þarna. En þarna lifir H5 og hann þarf að skáka og vinnur á D6. Já, bara Vignir bara... Já, hann að... Yngvar hann alveg að springa því að Vignir að grísa þessi mátlausan hérna. Já, algjörlega, sko. En hrókur D4, getur ekki gert það? Já, en ég meina, en þá það svona úrslitin jafntefli og það var hérna... Já, en ég meina, úr því sem komið að þá... Getur tekið á D5 núna. Já, en þetta enda bara jafntefli, en... Ég hljóta að reykja friða pípuna núna. Já, þeir byrja bara að repeata eitthvað og... Já. Þetta var samt góð barátta hjá Yngvari og hann reyndi. En biskup F8 þarna var alltaf passífur, sko. Já. En, 2,5 og við sjáum að Vignir það einungis... Hann þarf einn inningu viðbót. Já, hann þarf bara 1 sigur viðbót. Í 3 skákum. Já, og það er... Já. Það er auðvitað líklegt að ná því. Já, það er líklegt að ná því. En ég hef samt ennþá trúið því að Yngvar, hann er ekki búinn að segja þessi síðasta. Ég held að hann ná að vinna innaskák. Já, ég held það líka, sko. Mér finnst hann að skili með við tafninskunni hingað til, en hann verður þá bara að vinna helst næstu skák. Já, það er nefnilega málið, sko. En eins og ég segi, maður hefur verið með unnið á móti Vignir Vannari svo oft í hraðskák, en hann er bara svo ógeðslega sleipur, það er bara... Já, ég veit. Hann reddar sér alltaf, einhvern. Ég þekki það. Já, þú þekki það. Ég held að við þekkjum allir íslenski skákmenn. Já. En nú förum við að skella ykkur í auglýsingar og komum aftur út í smá. Takk. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara því algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys Twice. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
við erum komin hér aftur og rétt að taka það fram að við erum að sjálfsögðu búið ljósleðarans, menn tefla henni á ljóshraða eins og áhorfendur hafa séð. Hvernig líst þér á framhaldið, Hilmir? Já, ég er eiginlega bara nokkuð viss að Vignir mun ná einum sigri viðbót og þar með þessu lokið. Já. Spurning hvort það verður núna eða eftir 1 eða 2 skákir, en ég mun alltaf að gefa þessu max 2 skákir í viðbót. En þetta örugglega búið, sko. Ég vil sjá það endurtaka byrjun úr annarri skákinni. Já. Það segja Ingvar að hann leiki E4 og ef þeir fara aftur í svona Marovski stöðu þá vil ég sjá Ingvar bara leika H4 eins og hann gat gert hann áðan. Já, það hefði verið mjög aðeinsvert, sko. Já, það hefði verið áhugavert. Það hefði verið svona beinskitt leið. Já, hann þurfti líka að vera að krydda eitthvað upp í þessu. Víst að hann náttúrulega 2 undir, sko. Já, akkurat, sko. Já, staðan 2,5. Já. Þannig að vantar bara einn vinningi viðbútt, eins og ég sagði, menn þurfa að fá 3,5 og þar með líkur 1 vínu. Já, þannig að nú má Ingvar bara leyfa 1 jafntefli í 3 skákum til þess að komast í bráðabana. Nákvæmlega. En já, ég held að við séum bara að byrja fljótlega. Þetta í gang, þeir eru komnir af stað. Já, og það er bara einhver mjög athyglisverð stað á borðinu og H5 og allir pakkinn. Já, núna veit ég eiginlega ekki hver er með hvítt og hver er með svart út af því að það er allt í hvítum litum. Já. Erum við að gefa okkur það Ingvar sem er hvítt af því að hann var með hvítt í skák nr. 2 og þetta er nú einhvers konar ensku leikur sem að Já, Ingvar er með hvítt þá. Já. Vignir er að hugsa, já. Ég áttum ekki alveg á hverju byrjunleikinu voru, en þess að riddarinn á G-num, hann er horfinn. Já, fyrir eitthvað biskop á F8. Já. Tekur það með riddara. Ok. Ég hefði örugglega leikið H4, en Vignir er aðeins betur en ég, þannig ég treysti alveg á hennar leik. Svo sem. Skák þarna og hér, já, og biskop E6, og hann vill tefla upp á ákveðið frumkvæði. Við varum að gá á því að hvítur er peði yfir, en við sjáum líka að hann er eiginlega með enga kalla úti, þannig að hann er samt með ótrúlega trausta peðastöðu. Algjörlega. Það er allavega ekki neinu veikleikar enn sem komið er. Já, við sjáum hérna svartur myndi gjarnan vilja drepa á C3 og leika biskop D5 og græða hrók, en biskopin á E6 er augljóslega leppaður við kónginn á E8, þannig að það virkar ekki alveg. Já. Þannig að riddari C3 góðu leikur þá, að segja. Já, algjörlega. En hvað gerir þá Vignir núna? Hann vill ekki stuttrókara vegna þess að hann leikur bara H4, já. Alltaf bara, fer í eitthvað svona þetta felst hreinlega í eitthvað svona riddari D4 og vandamál á C2 en eða þið farið í þetta endatafl. Akkurat, en nú getur komið H3. H3 en biskop F3 og ég sé ekki hvað Hvað er að gerast? Nei. En sko, hótunum ætla bara núna að drepa D5. Þannig að Vignir þarf að bregðast við því. Hann getur auðvitað kannski leikið riddari F6. Nei, hann leikur H3. Leikur H3. Þetta er hefðbundið að við erum búin að geta þessu peði þá allavega að vera að setja biskupinu út á F3. Það sem hann stendur oft undir árasum hjá riddarnum á C6 í svona stöðum. Já. Hugsanlega riddari D4 hopp eða riddari E5 eitthvað til maður setna mér. Núna vil kannski Ingvar leika bara dronka A4 eða ekki? Jú, ekki bara. Og ég held að Vignir svaraði bara með drottning D7 og segi bara að þú mátt eyðileggja þennan struktúr, sko. Já. Eða þá biskop D7, en þá er satt að fara tilbaka með kallana, sko. Kannski ekki alveg í andastöðunar, víst þú ert búin að fórna þessu peð, áttir kannski að reyna að halda áfram að fara út bara með kallana. Ég reynda sko, hverju svarar ef Vignir leikur biskop D7? Hvað er gott að gera þar? Bara, já. Því að riddari... Já, riddari F5 er smá. Já, riddari F5 er svona hugmynd, sko. Og við sjáum hérna eins og ég útskýra á það, af hverju H3 er böggandi, út af því að biskupinn á G2 stendur nefnilega svo ógeðslega traustur þar. Já. En á F3 er hann er svona aðeins að kíkja út á lífið, sko. En kannski dronning F4 núna, en þá er riddari D4. Það er honni, eða ekki? Já, það er honni, sorry. Já, hann er dronning F4, já, make a sense. Að fara að valda þess að svörtu reyti og hérna og öruglega bara D4 kannski til að stoppa riddari E5, en ok. En þá getur komið riddari B4 kannski? Já, dronning E7 náttúrulega stiði við það. Riddari B4 en í stuttrókara, þannig að riddari C2 er bara skot út í loftið sennilega eftir hróku B1. Já, það er ekki ásönd, en samt sko,
hann getur náttúrulega alltaf leikið sko riddari B4 og hérna stuttrókurinn og langkrókara þá. Já. En við sjáum að, já, hann vill skipta upp á og reyna einhvern veginn að koma drottning G2 mát sem að Lúka kannski fáralt að segja núna en það getur algjörlega gest eftir 10 leiki, 15 leiki. Já. En spurningin sko, þegar þessi peði undir þá þarftu að sanna eitthvað og þar með sjáum við að Vignir að nota hans meiri tíma en yngvar þó að hann búinn að vera aðeins að hann mjög grimmur samt Vignir, hann dreipur bara á C6 með peði og skemmir peðastöðunni sína þannig að hann ætla bara að máta á G2 eða bara tapa í endatöfli. Nákvæmlega. Það eiginlega þeir möguleika sem í stöðum núna. En vesinni hérna að drottninga E5 eftir hugsanlegt dráp eða núna á E5 myndi bara skipta upp á drottningum og það með drottning G2. Já, ég held að drottning E5 núna sé nú bara Já, tekur þetta svona en meina ég meina drottning E5 of hverju það ekki bara aðeins betra á hvít. Það hlýtur að betra á hvít, ég meina. Já, ég meina ok, núna hann alltaf að leyfa Vignir að vera með eitthvað sprikl. Við sjáum að H3 peðið, Alpha Zero peðið já, akkurat. Þú veist, já, það þarna. En ok, það ekkert að fara F4. Vignir heldur áfram að tefla hvast. Já. Hann verður náttúrulega að gera það, hann búinn að brenna alltaf brýra baki sér. Nákvæmlega. Mér líst samt eiginlega ekkert á þetta sko, en í hraðskák þá þetta, í kappskák þá væri hvítur bara að fara að vinna þessi skák. Já. En í hraðskák getur náttúrulega allt gerst eins og við vitum. Við erum náttúrulega það blá ljósraða. Ok, hann ætla að leika, já, nákvæmlega. Hann er að hróku B6 núna eða hvað? Já, lítur að vera. Hann þarf að setja alla pressuna á Kongsvæng. Já. Sjáum að ef hann fer að tefla eitthvað á drottningavæng þá tapar hann bara einhverjum peðum sko. En sko, hróku B6 er engin leikur, ég meina að gefa drottning G4, þess vegna hindrar hann það þá. Já. En núna aftengir hann samt hrókin til F6 og ok, teflir þetta smá. Hann getur dreipað á G5, hann gæti gert það og leikir drottning F4. Hann getur ennþá gert það. Hann getur ennþá gert það, já. Það er smá taktík. Já, og þarna þarf Yngvar að vera vakandi. Minna frábælega að spotta hjá Sigurbirni, en dreipa á G5 hlýtur að vera the move. Ekki nema sko hrókun og C2 hangir, þannig að ok. En byttu, það virkar ekki út af því að dreipa á G5, teki drottning F4 og drottning E4, en það hengur með skák. Það hangir með skák, en hrókun og C2 hefði hangið í framhaldinu. En G4 er náttúrulega engin leikur hengur, þetta er náttúrulega. Nei, þetta er ekki nóg gott sko. Þetta er já, meina, ok, og ég leik bara til dæmis hrókur C8. Já, þá getur hann tekið á C6. Já, svoleiðis, við senni gangi. Þá, já, þetta er bara æsir spennandi, leikur þessu. Hátspurningin, enda það ekki í einhvers konar dreipið þetta allt, drottning dreipið G4 og drottning C2, lúkka mjög óþægilega. Það tekur á H3 bara. Já, áttu hann inni. Já, Nei, en byrju, ég dreipið þetta að teka á leik drottning C3 og ef þú tekur á H3 það, þá dreipið á F2. Þetta er mjög mikilvægt. Finnur það, glæsilega vel gert og núna Yngvar að byrja að svitna algjörlega. Ef þú dreipið á H3 og kemur riddar dreipið á F2. Það er samt ekki beint tótun núna í stöðunni sko, því að drottning G... Já, en þá dreipið á E2 og... Já, en þannig að ef Yngvar finnir einhvern góðan leik núna... Nei, þetta er... Wow. Það er drottning F3, hvað er að gera? F3, hvað er hann að gera? Þetta er búið. Og já, hann kastaði, já, ok. Já, þetta var svekkjandi. Yngvar hérna, hann var svo nálægt í öllu skákunum en einhvern veginn datt þetta ekki með honum, því miður. Já, því miður. Fyrir hann. Já, eins og ég segi, peðið að H3 þarna, það er... Já. Það var alveg svakalega hættulegt. Síðasti leikun að því að Yngvar leik drottning G2 og þá kom drottning dreipið G2 mát, þannig að þú reyndist svansfór. Já, ég sagði það, eftir ykkur 10, 15, 20, 25 leiki, maður veit aldrei, en það er mitt máli með þetta peða H3, sko. Já, þetta er nefnilega Yngvar svona, hann var eiginlega alltaf alveg við það losna, en ég hefði viljað sjá, sko, þegar hann gat dreipið á G5 fyrst, áður hann leik hrókur C2, þá hefði það gengið, held ég. Þannig að þá hangir hrókurinn og C2 ekki, og þá er líka, sko, í rauninni báðir hrókunni að því að sem sagt, Vignir leik hrókur H6 eftir hrókur C2. Já. Ef hann hefði sem sagt ennþá verið með hrókinu H8, þá hefði báðir hrókunni fallið. Þannig að Yngvar visti af drottning G5 alveg klárlega. Já, það er rétt. Og það drottning dreipið B8 og síðan tekur á H8 og þá fellur húsið, Já, þannig að hann misti af sennilega bara vinningslegið þar, því að
ef að hérna Svartur hefði mist G5-piðið sitt, þá hefði biskupin átt vísan reit á F4 í framhaldinu og einhvern veginn náði að laga til stöðuna sem hann náði aldrei að gera eins og þetta teldist. Það var alltaf þessi ógnun af H3-piðinu, máti borðinu og einhver svona taktík. Já. Þannig að því miður fyrir hérna Ingvar að þá misti hann sennilega af þarna mjög góða möguleika. Algjörlega. En áður en við tökum stutt hlé, þá ætlum við að tilkynna hérna næstu viðureign og það er náttúrulega bræðraslagurinn mikli. Já. Þorfinnsbræður. Já. Hann Bragi Þorfinnsson stórmeistari og Björn Þorfinnsson alþjóðlegur meistari. Já. Og já, mín spá var 4-2 fyrir Bjössa, en ég veit að þú varst ósammála því. Já, ég verði að vera ósammála. Ég ætla að spá Fjölnismanninum Braga Þorfinnsson í sigri. Ég verði að standa, við Fjölnismenn, við verðum að standa saman. Já. Þannig að hérna, þó að Bjössi hafi reynda verið að tefla með okkur Fjölnismennum í hérna Evrópumóti Tafila á Rótos, að þá var hann bara sem lánsmaður þar. Já. Og í rauninni í hérna fylti skarf bróðusinn sem átti ekki heimangengt á þessu sinni. Já. En nei, þetta verður mjög skemmtileg skák og það verður alveg óbúslega mikla tilfinningar hérna. Já, algjörlega og ég er alveg spenntari fyrir þessari viðureign út af því að ég held að þetta verður meiri match sko. Vignir er náttúrulega bara allt önnur skepna sko. Já. Það er bara ekki flóknara. Vignir er mjög úrræðgur og hérna það er ekkert vafamál. Nákvæmlega. Þannig að ég held að við séum að fara að horfa mjög spennandi viðureign. Reyndar eru þannig að lengjan, svo við komum aftur inn á það að hún er á því að Björn eigi að vinna. Nákvæmlega, stuðli var eitthvað í kringum 1.42 á Bjössa. Já, 2.20 eða eitthvað álega á Braga. Nákvæmlega. Þannig að, já, þó að Bragi er stiga hér í kappskák, þá hefur einhvern veginn Bjössi verið, hérna, já, Bjössi er náttúrulega bara rosalega góður hraðskák, sko. Það er ekki flóknara það, sko. En það verður mjög spennt að sjá, sko, núna fær Björn hérna hvít þrisvarsinnum. Hann hefur verið að fikta vel eitthvað E4 upp á síkasti. Ég er mjög spenntur að sjá hvort að muni halda því áfram í kvöld. Ég held að sé bara píramidinn og út með kallana. Já, ég hugsa það en ég veit það ekki samt. Þetta er svona, kannski líka bara gera hann eitthvað allt annað, bara C4. Já, heldur að sé búin að vera að undirbúa eitthvað bróðu sinu? Já, ég held að það sé ekkit vafamál. Hann er alveg örugglega búin að stúdera bróðu sinn. Já, það held ég líka. Og öfugt. Já. Og ég held að hérna já, þetta verður mjög svona tilfinningaþrungi fyrir báða vegna þess að þeir hafa verið samferðið gegnum skákina. Nákvæmlega, sko. Og hérna, auðvitað, gert nokkuð stutt jafntefli gegnum tíðina en mjög oft barist hart og það er aldrei hægt að spá fyrirfram hvernig fer. Ég held að eitt er ljóst að það mun alltaf einn maður labba út alveg frekar brálaður hérna í kvöld, sko. Já. En það verður ekki ég eða þú, þannig að við erum alveg slagir. Já, við erum slagir þessu sinni. En já. Þá ætlum við að fara að taka stutta pásu og ekki fara neitt því að það er spennandi viðureign framöndan. Verið sæl.
Jæja, þá erum við komin aftur og farin aftur og hér eru við komin enn sinni. Nú eru þeir að fara að byrja Björn og Bragi og það er búið að draga liti og Björn fær hvítt í fyrsta skákinni. Það er spennan, mun að leika E4, D4, C4, Riddar F3. Ég held nefnilega að hann mun halda sér í píramítunum. Hann er þekktur þar í hraðskákinni, leika bara D4 og Riddar F3 og kalla henni fljúga út og líka, það er líka þægilegt að tefla svona ákveðin setup í svona stillingar og það getur telt mjög hratt sko. Það er líka, það er rétt. Að mínu mati þá er Bjössi, hann er mjög hraður þegar kemur að hraðskákinni sko og það skila sér oft mjög vel sko. Ég persónulega tefli mjög hratt í byrjunum, sérstaklega þegar ég er að keppa á hraðskáksmóti sko. Já, ég er samanlega, ég held að leika D4 fyrsta skákinni. Svo er aldrei að vita hvað gerist í skákunum eftir það, en ég held að vilji bara svona aðeins tefla sig í gang og Bragi vill þetta líka. Já, ég veit ekki, helstu styrkleiki Braga er náttúrulega hann er mjög trikki sko, en það er alveg máli að Björn er líka rosalega trikki, þannig að þetta verður örugglega bara þetta verður mjög trikki. Já, þetta verður bara mjög trikki sko, það er alveg máli. Ég held að sko, já, þetta ræðist svolítið á taugunum held ég. Já. Ég held að sko, þeir eru báðir góðir þegar þeir hafa frumkvæðið. Nákvæmlega. Og ég hugsa að þetta svona einhver svona afleikur eða óhafni gæti bara ráðið svolítið mikið úrslitum í þessu einvígi. Þetta verður eitthvað mjög mjótt á mununum spá ég. Já, ég held það líka sko. Já. Já. En eins og ég segi, ég spái 4-2 fyrir hún Birni sko, en það getur algjörlega farið bara allar leiðir sko. Já, ég skal koma með tölu líka. Ég segi bara 3,5, 2,5 fyrir Braga. Já. Og þetta náttúrulega, já, ég ætla bara að spá því að hann bara ná jafntefli í síðust skákinni
Já, eitthvað svoleiðis. Og hérna vinni þar með innvíð. Já, heldur að verður 3-2 og síðan kemur eitt jafntefli. Já, ég hugsa það. Já, það er mjög óþægilegt að vera undir 3-2. Ég var ekkert undir 3-2 og á móti honum Alexandri Dómalsjúk og þar mitt fórnaði hann bara einhverjum kalli og þráskákaði mig og þar með endaði matchinn, sko. Já, akkurat. Þannig að þetta getur verið dálítið svoleiðis, sko, en já, ég er bara að bíða eftir að byrja, sko, ég er bara deyja úr spenningi, þannig að... En svo meðan við bíðum, það er verið að leysa úr einhverjum málum hér, meðan við bíðum, og þá getum við líka pælt í því hvað Bragi teflir. Nákvæmlega. Mun hann leika E4 eða D4? Já, það fer svo mikið eftir veðri hvað Bragi er að gera, sko. Ég meina stundum er ég að tefla við hann hraðskák og hann teflir Bava London á móti mér og hann gerði það líka í kappskák einhvern tímann og Íslandsmótinu í Selfossi 2002. Já. Það sem ég reyndar tók hann alveg niður, en síðan stundum líka leikar hann E4 og er að tefla svona einhver svona 4 riddaratöfl með H3 og hann er oft bara í einhver svona sulli, sko, en hann er samt mjög góður í sullinu, sko, það er alveg málið við hann, sko. Já, þeir eru bara svolítið mikið að sulla, það verður ekkit frá tekið að þeir eru góður í því. Kannski maður þarf að fara að taka þessa menn í einhverja enga tíma fyrir byrjanir. Já, þeir ég veit allan að Bjössi er búinn að vera að leggja mikið á sig að stúdra E4 på síkastíð. Já. En ég hugsa, eins og við ræddum aðeins áðan, að ég hugsa hann bíði með E4 núna. Já. Að því að Bragi líka gæti bara telt svolítið hvað sem er á móti E4. Já. Til dæmis telti við Braga aftur á einhverju Íslandsmóti, á kom E4, C6, D4 og G6, þannig að hann hefur bara svona... Já, en samt þetta samt, sko, mér finnst þetta að vera helsti veikleiki Braga að hann sullar aðeins svo mikið að mínum að í byrjunum, sko. Sullar yfir sig. Já, sullar smá yfir sig, sko. Já, það lendur nú allir því einhvern tímann. Já. En þetta er alveg að fara þetta í gang, veitum við. Eins og við segðum, Björn er með hvítt í fyrstu og það er mikil spenna hver uppáhaldsleikur hans verður í þessu innví. Já, ég segi D4. Já, ég segi D4 líka. En samt alveg fína líkur á því að hann mun leika E4 seinna mér, sko. Já. Kannski, í skák nr. 2 eða skák nr. 3 þegar hann fær hvítt. Já. Að hann leikur þó E4 þá, sko. En ég er nokkuð viss að hann vill koma sér í sinn þægindaramma til að byrja þetta innví og leikur bara D4 og tefli píramídan og allt annað hringinn, sko. Líka máli með píramídan hans Björns að sko hann er búinn að tefla mjög mikið skákum í bæði netskákum og hraðskákum og kappskákum og hann getur beint í svona ákveðnar áttir, sko, hann getur alveg telta bara róli og bara fara út í endatöflið og þekkir það stöðutýpur og það er bara traust stað á hvítan. Nákvæmlega. En ef að svartur teflir svona eitthvað kæruleyslega, ég tala ekki um að svartur leyfir sér að hrókara kannski aðeins og snemma gegn þessum píramída, þá er hann vís með að koma með bara mátsókn bara... Já, einhver færi á H7, gríska gjöfinn og... Já, það er bara alls konar, sko, hann hliður bara riddar G5 og H4 og H5 og... Já, ég sé þetta áður og hann langkrókrar, sko, hann býður með það stuðtrókar, ég sé þetta áður hjá honum, sko. Já, og hann hendur þessu öllu á menn og segir bara við að ef þú vilt verjast þá skuldu bara sýna mér og geti það. Já, og þetta er mitt máli að maður getur oft í hraðskátt telt aðeins meira yfirborðskennt og við erum kannski að fórna kalli hér og þar og einhverjum peðum út af því að ef þú ert að tefla mjög hratt og ert með frumkvæði þá náttúrulega þarf andstæðingurinn að verjast og þar með þegar þú ert að verjast þá þarftu einfaldlega að nota meiri tíma, sko. Já, akkurat. Þannig að það er alveg dálítið málið, sko. Akkurat, og eins og við ræddum á hann að þeir eru báðir góðir með frumkvæðið en þeir eru auðvitað líka báðir úrræðagóðir í vörninni. Nákvæmlega. En ég held að svona þetta verður svolítið þannig að hvítur er svolítið að fara að pressa. Já. Ég er bara eins og ég segi, hvenær byrjum við, sko. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvað er að fara að gera, sko. Það er eiginlega... Við erum að fara að byrja, ég er að fá merkjum það. Við erum byrjaðir, það var E4. Það er E4 og það er sikilega vörn. Og það er svokallega Rossalimo, ekki Rossolimo, það sem að riddarinn á C3 fær fljótt F4. Nú er þetta orðið Grand Prix Attack. Já, Grand Prix Attack með biskup B5 sem hefur enda verið í tísku. Já, sem er... Ómikið. Jú, þetta er nokkuð gott fyrir hvítan og ég veit að Björn er búinn að liggja svolítið yfir þessum stöðum. Já, þannig að þá spurningi hérna er með 2 leiki hann annað hvert stuðtrókun eða bakka með biskupin til C4. Ég skoðaði fyrir nokkrum árum leikinn stuðtrókun hér og
og reyna síðan að leika D4 snemma eftir uppskipti á B5. Já, akkurat. Og, en ég meina, já, ok, hann stuttur okkur á loksins. Kannski hann ekki búin að liggja allt og lengi yfir þessu, fyrst að hann þurfti að eyða 20 sekúndum hana, en kannski var hann bara líka að muna. Og D5, þetta er mitt lína sem ég hef oft verið að beita á móti Nú gruna mig að... Já, aðleikurinn að drepa á D5 og þá kemur A6 og rittarinn bakkar og rittar F6 og hann færi ykkur á stuðu, Nú gruna mig að Bragi sé búin að undirbúa þetta, sko, því að hann teflir hratt, hann teflir henni hraðar heldur en Björn og það er ekkert launungamála eins og við tölum að Björn sé búin að stúdra E4 upp í síkastíð, þannig að Bragi náttúrulega bara veit auðvitað það. Já, ég meina þeir eru bræður, þannig að þeir vita alveg eitthvað hvernig annan, en við sjáum að biskup G4 lendir á borðinu áður en við kannski loka peðakeðinu með E6 og vildi ekki læsa biskupin inni á C8 sem að myndi augljóslega fækka möguleika hans, en við sjáum að þessi staða kemur upp og rittari vill væntanlega fara til C6 eða F5 í gegnum E7 reitin og þá er spurningin hvers konar uppstilling vill Björn henda í. Sennilega biskup E3 en þá þarf þetta einhvern veginn að pæla í rittar F5 með tempo. Já, sko, núna er þetta þannig að Björn er bara verið að gera eitthvað því annars fer hann bara að vera í stöðu. Já, hann gerir eitthvað. Ok. Hann leikur F5. Það er... Sko, hvað er að fara að gerast? Hvað er pointið? Ok, þú þarft að drepa þetta og getur ekki... Sko, ok, ef þú dreipur með EP-nu þá hann til að fellur á D5. Nákvæmlega. Fer ég eitthvað svona, mér líst mjög vel á þetta. Vill fljúa út með biskup G5 og til dæmis, sample variation, biskup F8, biskup G5 og ef þú leikur rittar E7 myndi koma biskup F6 til dæmis. Hann verður að passa sig á biskup C5 núna, það er hótun. Nákvæmlega, hann þarf að slaka þess á, leika kongur H1 mörgulega. Gerir það. Biskup C5. Við sjáum oft í svona stöðum, í svona árásarstöðum þegar FP-ið farið að þú þarft stundum að taka þetta tempo og fara með kongin í hotnið og vera ekki ásverðið hættulegur skálínu. Getur hann drepið á leikið E6? Getur hann drepið á D5 á leikið E6? Ég meina ef það virkar þá... Ég meina hann svarar því með F6 náttúrulega en... Það er hæpið að virki sko. Það er frekar hæpið sko. Út af því að langkrókun er líka... Nei, hann getur náttúrulega kannski ekki svarað með F6 en þá bara drepur F6 þá. En veitu... Rittar drepur í D5, E drepur D5, E6. Já, ég leik F6. Þú dreipur það, ég vanta tvisvar. Nei, fyrir ekki, ok. Já. Þannig að hans virkaði sennilega ekki. En alltaf hrókur D1. Líst vel á þetta. Þetta er náttúrulega ákveðið prinsip að bjóða öllum í veisluna. Já. Og við sáum að hrókurinn A1 var náttúrulega ekkert að gera neitt sérstakt þar. Þannig að hann kemur með í spili. En spurningin er, hvað er að fyrir þetta? Ég meina, hvert peð undir? Jú. Peðastruktúrin er smá veikur en við sjáum líka að peð og E5 er algjörlega ísolerað í drasl, þannig... Hvað gerist þetta? Rittar C6. Já, þetta er... Og síðan, bara löngkrókun og peð og F7 valda með drottningun C7 eftir að hún búin að leysa rittarinn frá, þá opnast valdið á F7 og hann þarf að leika drottning H4 ég meina hvað, ef það kemur löngkrókun, segjum að þú leikur einhverjum lélegum leik núna eins og drottning F2 eða 4 eða eitthvað menn ákemur á löngkrókun og ég meina það er bara öll staðan á svart þannig að hann þarf að leika hérna, fórna sennilega öðru peði en ég meina drottning E7 lúkka líka bara mjög þægilegt ekki samlega því Sigurbjörn? Jú, ég er ekki viss að hann geti endilega verið að drepa á F5 sko. Já, en líka það... Drottning E7 held ég að sé bara fínn leikur sko. Já, en líka bara því að þú ert peði yfir, þú þarft ekki að fara að vera að hendi ykkur að græðki núna, þú getur fyrir ekki bara að reynda að skipta upp á drottningum og tefla séðan peði yfir. Akkurat. Í staðinn fyrir að tefla með drottningur á borðinu, 2 peðum yfir og þá opnast einhverjar línur sko. En okay. En við sjáum, já, drottning H5, hann þarf einhvern veginn að reyna að halda þessu vakandi, en ég get ekki séð fyrir mér að þetta sé nóg eftir rittarinn F5 núna og valda F7 og hóta löngkrókun og rittari getur flakkað til G6 og það er hrókun á G7 bara alveg. Já, það er nú aðeins að passa sig, það er nú eitthvað ónýðan á D5 ef hann... Ok, hrókur 1. En Björn er einfalda að tefla þetta rétt, hann þarf að halda þessu gangandi og hanna. Býtu. Og síðan ónýð í E6. Þetta er bara... Það er ekki nóg, sant? Ónýð í E6, kongur F8 og hvað ætlar að drepa F5 eða? Ég veit ekki. Já. Mögulega.
Þetta lúkka mjög, líka þú voru að gáða því að Hrókur G8 frekar óþægilegu leikur hérna, sko. En Hrókur E2 kannski þá? Já. Af því að hann getur náttúrulega á endanum fengið svolítið mikið peðum upp í, sko. Já. Hann skipta minn undir en það er jæmt á peðum, en ef að ef hann D5 peðin og mögulega einhverju einu peð viðbútt og þá hann nú komið alveg nóg á peðum. Þá spurning hvort að Hrókur E2 eða G3 leikurinn. Já, Hrókur E2 hlýtur að vera ekki G3? Já, líkir það svona. Svolítið mikið veiking finnst mér. Já, en átti ekki alltaf kongur G2 H3 og drottningur F5 valdi þetta frekar vel. En drottning G4 hlýtur að vera fantastic. Já. Já, hann hefði átt að leika Hrókur E2. Það er alveg rétt hjá þér. Ég held það. Og það er núna þar hann að fara í endatabli og sjáum að til dæmis D4 og Hrókur C8 og fara bara í counterplayið og í mótspili góða. Já. En ég er ekki alveg viss með þetta, núna getur ég drepa á D5. En sjáum að... Það tekur nú C2 náttúrulega. Já, og hóta Hrókur E8. Já, þá er bara mátnet komið, sko. Já. Búin að spinna mátnet. Þannig að já. Bragi virkar mjög rólegur. Já, þetta virkar eins og hann sé var að taka þessa fyrstu skák, ok, dreipið hann, tekum hann til að sé 2. Já, ég meina Hrókur E8 hryllilega hótun. Og það sjáum að kóngurinn á H1 ég meina hann kemst ekki til... Kemst hvorki lönd niður strönd. Já, hann kemst ekki til næsta bókstafs sem ekki á borðinu, hann að... Nákvæmlega. Já, ég meina, ég meit bara þessa stöðu á svart. Ég held það líka, þetta eiginlega bara... Það meiri sér Hrókur D8. En ég skildi ekki, okkur fórum ekki bara til E8. Það ekki bara búið. En ok, þetta er búið. Og Hrókur C1 át, ok, takk. Ok, 1-0 fyrir Braga. Já. Mér fannst Hrókur E2 hefði örugglega sennilega gefið sjensa út af því að þá hefði ekki verið þessi uppskipt á drottningunni. Já, þú vilt ekki leika G3 í svona stöðu. Þetta er... Nei. En alltaf það er næsta skák. Það er næsta skák og það er B3 á borðinu. Já, Bragi. Bragi, eins og við segjum, hann byrjar að sulla. Menn sullaði yfir sig hérna. Og F4. Það versta við þetta er að ég tefli þetta ofta á netinu, sko. Þannig að ég gagnrýni þetta ekki neitt. Hef sjálfur verið að tefla svona struktúra og leika sannilega kannski D3 hér. Nei, hann má þetta ekkert. Hann átti að leika Hrókur C8. Þessi peðastaða með peða F4 er betra og hvít. Þetta er náttúrulega lengi þekkt. Já. Og núna fær, hvítur fær. Þetta er svona draumastaða eins og kemur úr Ross og Limo í Sikilega. Já, nákvæmlega. Þú veist að þetta tvípeð á Sjölin er mjög veikt hjá Byrni. Nákvæmlega. Ég held að Bragi, hann veist að unni heimavinnu sem ansi vel. Já, ég meina þetta er bara... Þetta er bara miklu betur. Þú veist, það er leika A6. Ég tel þetta að vera bara... Þetta er bara... Slaguleikur. Já, þetta er bara mistök sem að alþjóðlega meistarar eiginlega ekkert var að gera, sko. Nei. Þetta er bara mjög lengi þekkt og það í Ross og Limo þá ymmit viltu fá peð á F4 en við vitum að riddarinn náttúrulega er á F3 fyrir framan F2 peði. Akkurat. En þetta er bara draumastaða og riddarinn í F3 og... Já, þetta er ekki gott. Já, þetta er allt sem þú vildir frá þessari byrjun allavega til að segja það. Það er klart mál. En það er ekki eins og Svartur segir með tapa en allavega E4, stendur vel. Já, og núna sennilega bara drottning H5 jafnvel leikur, sko. Okkur ekki drottning H5. Það kan bara aktivera og Hrókur A1 og allir kallarnir komið í spilið. Ok, drottning H5, þá, hvað, dreipið á E5 eða ekki bara, eða riddur F6, hann getur reynda að leikja riddur F6. Já, ok, en núna spurningin, F-dreipur athyglisverður leikur, stoppar, kemur samt biskup G6 og ég sé ekki hvað pointið er. Tekur bara með biskup? Já, tekur með biskup, ok. Alltaf athyglisvert að kíkja á, breytinguna á struktúrunum, en ok, sannulega rétt og drottning A7, smá lús þarna, hótar ykkur svona C4 skák. Sem er samt ekki neitt. Já, er ekki neitt, en það er svona, það veit aldrei. Ekki viss hvort það þurft að reakta á þessu, ég hefur örugglega sannilega styrt sendirinn og lengur Hrókur A1 kannski. Nú geti Bjössi mögulega ekki biskup G6, þetta er mjög óþægilegt stað. Já, líka við sjáum að biskupurinn á F8, hann vill einhvern veginn koma köllunum út, en biskupurinn á E5 er... Já, ég meina. Hrókur G8. Núna leikir bara Hrókur A1 og F5 eða F5 bara núna. Mögulega bara F5 strax. Já, bara F5 strax, stoppar. Vegna þess að... Stoppar ekki neitt, en þá dæfur, skilur þú? Jú, stoppar biskup G6 til dæmis. Já, en það væri ekki, þú myndir fá tempóið tilbaka með F5 aftur. Það er rétt. En já. F5 núna er næstu unni, vegna þess að sko, strúktúrinn er ennþá miklu betra á hvítan og hann er með sóknuna og
svartu kongunum fastur á miðborinu. Og við horfum líka á, sko, þú veist, að menn að fara í eitthvað stríð, þú veist, þá getur ekki verið með alla kallana hérna sofandi. Og sjáum að biskup Hásu situr á hvað, á E4, valdaði drasl, hrókur á G8 gerir ekki neitt, hrókur á A8 gerir ekki neitt, drottning A7, hún svona aðeins lifandi, og biskup F8 gerir heldur ekki neitt, en þetta meika lengra sens, okkur myndir bakka. Já, drottning A3 var svolítið... Ekki, já. En hann samt ennþá miklu betri stöðu vegna. Já, en þetta svona sénsar sem maður á ekki verið að gefa í hraðskák, þú veist. Nei, ég alveg sammálaður, en staðan samt ennþá miklu betur á... Já, algjörlega sammála því, en þú veist, við vorum að tala með F5 væri hartnar unnið, skilur. Ég ekki að sjá vinningin hérna eins og ég alveg sammálaður, hann átti að teflita aðeins beittara, en allt í lagi. Já, líka út af því að drottning F3 leysti leppurina og peðuna F7 og leiði honum að leika F6. En hann getur náttúrulega leikið bara F5 sjálfur fljótlega, sko, eða semst ennþá. Já, það engin spurning að staðan ennþá mjög góð, en biskup D6, hann svona hægt og rólega að koma einhverju út. Já, en sko, C4 er mjög sniður leikur, ef það kemur D4 til dæmis, þá getur komið F5 og svo er E4. Já, en ég sé ekki hvernig ætlar að setja á P2 ára D5. Það er ekki smá vandamál, þannig að hann er bara að halda struktúru núna, skipta upp á, fara bara í kaupin á elinni. Nei, hann leikur bara F5 núna og, heyrðu, hann bara galopna stöðuna. Jú, væntanlega er þetta miklu betra hvítt. Já. Og þessi leikur er í anda stöðunar út af að kongurinn situr frekar illa á D7 væntanlega. Já. Þú veist, bara fyrir menn að vita þá, ef að kongur verður á H8 þá kannski verður staðan í lagi, en hann er á D7. Já, akkurat. Þetta lítur ekki vel út í beinni, en hann er þó með betri tíma. Hann er með hartnær en mínútu betri tíma. En Bragi er að teflita samt sko áreynslulaust finnst mér. Já, hann er ekki... Hann er bara að leika eðlilega leiki. Já, það er ekki nóg mikið hraði. Nei, hann þarf að tefla hans hraðar. Við vorum að tala um frumkvæðið og eitthvað og hann er eiginlega ekki að sýna það sem við vorum að lýsa áðan. Nei. Sko. En samt sem aður, hann skákar hérna og leikur hróku shit. Það er frekar óþægilegt. Já. Býst ég við. Hann vill halda köllum á borðinu, menn að við sjáum konginn. Hann getur tekið á C4 bara beint, neða leikur C5, já. Ok. Biskupinn þarf að hörfa. Og hann vill væntanlega leika drottning C3 og reyna að koma inn á hann þarna á A5. Já. Sniðugt. Það er rétt við þér. Já. Biskupinn þarf helst að hörfa eitthvað niður núna. Já, sem er frekar hallarinslegt, en það er ekkert þetta að gera. En af hverju hengur ekki F4 til dæmis eftir drápi á E-unum og... Nei, það drepa á skák á D6, ég aðsaka þetta. Og drottning C3, já, þetta er náttúrulega staðan. Kongur B7 kannski? Já, og síðan kongur A8 og... Nei, það hengur ekkert saman. Nei, já, hrókurinn er alltaf onni á E8, sko. Hann áttur að leika biskup E7, sko. Það er sennilega skárra að hafa biskup með E7. Já, aftekið hrókana, sko. Já. Það er mjög slæmt, sko. Ég held að þessi stað sé hreinlega gjörunin á hvítan. Já, algjörlega. Og Bragi situr mjög rólegur í sæti sínu. Nákvæmlega. Hvað ætli Bjössi að hugsa núna? Drepur alltaf og ég meina, hann getur skáka A5 núna. Ekki bara... Já, bara líka þetta drepa tilbaka. Já, en hefði varst ekki bara að vinna peð by force eða drast? Jú, sennilega. Jú, það er reyndar rétt hjá þér. Já, en núna fær hann eitthvað coordination. Eða svo að þú hefði bara skáka á B6 og... Akkurat, þú er alltaf drepið peð með skák. Já, bara þekkt þema, en núna fær hann, veist... Þetta eru svona sénsarnir sem að menna að grípa, en ok, staðin er auðvitað ennþá rosalega góð og ef ekki bara búinn, en hann er að reyna að halda í eitthvað svona drottning D7 og ef hann nær biskup E7, biskup D8 þá, og tíminn tifar, sko, það er sjáðu, Bragi kom með smá svona... Smá skjálfti núna. Já, smá svona, ok, byrju, hvað er vinningurinn? Og hrókur E3 er sennilega vinningurinn. Biskup B5 og sjáum A4 og... Nú getur hann ekki valda B7 lengur, A6 peð. Já, hrókur E3, glæsilegt og Bjössi er í miklum vandurum hérna. Við sjáum að biskupinn þarf vel að vera á þessari skálinu en hann hefur einhver reit. F1 til dæmis er valdaður af riddaranum á D2 og reynir eitthvað sprikk hérna en þetta er náttúrulega bara prinsip að halda drottningum á borði. Það er að passa tíman samt. Ok, fyrir endatabli líka. B4 og riddari B3. Ég hefði bara leikið drottning E2 hérna og sagt bara takk fyrir peðið, sko, en ok. Já. Og haldið sóknina áfram. Ég er sammála, en
En hann samt auðvitað bara peði yfir og með alla stöðuna. Skák á E7, þetta er búið. Já. Já, hann hristir hausinn. Bjössi sá það strax og hann Já, sá það strax, vantilega. Heyrðu, 2-0 fyrir Braga og þetta er búið mjög samfærandi. Þannig að ef spá mín er rétt, þá... Núna er píramídu vantilega, sko. Þá það Bjössi að vinna þess að 4 í röð. Ha? Já, þetta er farið að líta... Ég spilaði kortning kannski svo stór hana. En ok, nú það píramídin, það bara aftur í byrjunina, aftur á byrjunarreit. Og við sjáum 2 B6, heldur hann að sé búin að undirbúa eitthvað hann Bragi? Það er klárlega. Hann að tefla mjög hratt. Og... Já, en Bjössi líka samt, hann að tefla hraðar, sko. Já, semst í byrjuninni, þá hann að leika þess að leiki bara nokkuð ákveð og ég held að hann sé bara búin að liggja svolítið yfir þessu. Já. Er F5 gott núna? Já, ég bara... Veit það ekki, en síðan líka spurningi þarf hann að vera að leika einhverju svoleiðis? Nei. Þetta hann er alltaf 2-0 yfir, núna er strategían oft bara að ef þú færð, 3 jafntefli, það var bara búið, þú veist, þá áttu komið 3 á halvanum og... Bjössi býður peð á G2 sem að Bragi neitar að taka. Já, hann getur sem að tekið það kannski núna, þetta ekki. En eins og segja, svona er ekki þörf fyrir því, sko, en líka út af því að ég sé að hann vill leika hrókugitn og riddari E4 og reyna kannski að leika riddari D6 skák og reyna að vinna einhvern biskup þar út að EP væri leppa. Ég er svona að hugsa eins og Bjössi núna, sko. Já, hann fær að leika 3-4 leiki í röð, þá myndi hann gera þetta. Já, nákvæmlega. Ég er að segja að drepa á G2, hrókugitn, biskup B7, riddari E4, eitthvað svona. Ég veit. Það er kannski að fara að koma, riddari E4. Riddari E4, sko, og D6 þá sennilega. Já, þá spurning sko hvort hann geti eitthvað skáka þarna. Já, eitthvað biskup B5 og... Mögulega biskup B5. Og reyna að fá eitthvað svona compensation. Út af riddari D7 myndi þá lenda í... Já. Þess vegna er riddari E4 réttur út af því að þá, ef þú leikur riddari C4, já, ég meina, hvað er þetta? Biskup G3? Þetta er ekki anda stöðunar. Svolítið skrítið leikur. Já, það er eitthvað H4. Já. Já, ég er ekki viss hvort að þetta var... Ok, drón C2. Hann er reynda að koma með sitt dót núna. Þetta er reyndar svolítið hættulegt. Núna vakna Bjössi til lífsins og sjáum líka 2:50 á klukkunni. Þetta sem að getur verið erfitt að díla við hann þegar hann er að... Já, Bragi var alltaf fljótur á sér líka H5, sko. Hann hefði getað leikið mögulega bara D6 eitthvað álíka, sko. Þetta er svolítið óþægileg hótun núna að drepa á G6. Já. Hótar semst að fórna manni. Og sjáum að gelinu það er eitthvað svona batteri á gelinu sinni. Já, það kemur bara biskup. Þegar hann gera samt, leifir þetta, ég meina Bjössi grípir þetta núna, strax. Hann tekur á D6. Þetta er unnið, hann tekur svo bara D6 og... Já, en hrókur G8, það er ekki eitthvað unnið, en hann fær eitthvað 500 peð, þannig að lúkkar vel allavega, í minni bók. Er þetta ekki... Hann getur líka sko, ok... Bara svo áhörðu fylgi, eftirbygg G6, dróndurbygg G6, skák, kongur F8. Þar á valda biskupinn? Já, það er spurning líka hvort hann eigi sko... Hann á líka biskup F4. Sko. Já, ég var að pæli því líka, sko. Ef það kemur hrókur G8 á biskup H6. En ég meina þetta er ekki gott sæn, svo Bragi búin að hugsa sér heil lengi í leik, grípur ekki einu svona í fórnina og ég meina þá er þetta ekkert fórn, þú tekur ekki fórninni. Akkurat. Og hristir hausinn aðeins, þannig að með þessi aftur. Hann veit að hann leiði Bjössi aðeins að komast inn á sitt svæði sko núna. Já. Bjössi leikur, hann er vantilega að hugsa hvort hann leiki sko biskup F5, biskup E4 eða biskup D3. Já. Ég held að hann verða að leika biskupnum undan. Ég held að hann geti ekki lyft þess að standa þó að hann myndi glaður vilja langkorukar núna þá... Já, þá er hægt að drepa... Já, þá var þetta að drepa og fara í hináttina sko, til D7 og það biskupinn þarnast ekki neins valds lengur og það EP náttúrulega valda biskupinn F6. Akkurat, en ok, D5. En D5, ok, heldur þessu áfram einhvern veginn. Hann hrærir í pottunum. Hann vill sem sagt eftir riddari E5 drepa á E5 og taka sannlega síðan á F7 og drottning G6 skák og reyna að máta einhvern veginn. Bragi bara tekur á G6 og hristir svo hausinn. Já. En þetta er væntanlega betra á Bjössa Þorfinns. En það nú að taka kallið tilbaka núna eða eftir skáka F5, en væntanlega taka núna og langkrókara, sko, koma hróknum og sjá að það verið ákveðið X-ray á D-línunni. Já, og líka lifna riddarinn við. Já, leikur riddari E4, heldur þessu áfram, svaraði örugglega með hrókara F8. Sé ekki alveg voru að halda stöðunni, en þú veist... Já. Þetta er mjög trikkið, hann getur líka mögulega leikið sko kongur C7 eða hvað.
Já, en þú vilt ekki þá bara dripi á F6 og langkrókur og DP bara fellur í heildina, sko. Ok. Og það, DP væri meira sér að leppað, sko. Ok, hann drepur þó þarna. Þetta sennilega rétt. Við halda, þessari keðju að P-in sé að valda hvern annan og biskupur F6 valda P á E7 líka. Já, þess núna þetta ekkert svo ljóst, sko. Alls ekki. Það var eins og voru ykkur færi... En hvað leikur hennar Bragi núna? Hrókur C8, getur hann það? Já. Dróning E8. Hvert vil hann fara? Til C6? Endatablið nefnilega bara fínt út af því að hápeð veikleikan jafnast út, sko. Já, þetta ekki góð staða, finnst mér fyrir hann. Þetta mjög óþægileg staða fyrir Braga. Já, en... Sko, dróning E6 getur komið til þess núna, það ekki? Já, en þú veist, hvað það hóta hann lengur á D6 þá. Já. En þetta þetta líka góð leikur. Kemur öllum. Já, en ég satt ekkert svo viss, hvað er þetta að byrja þetta í gegn? Þetta alltaf valdað. Nei, já, sko. Hrókur G4 að koma líka, sko, að vera gáð því. En, ja, sko, það alltaf voni... Sko, það lítur að vera einhvern tíðan voni á D6. Já. Því að biskupin á F6 verður þá valdlaus. Já, en það samt eiginlega bara uppskipt á P-um, eða veist. Já, en þá... Það voru bara að tapa P-un á A4 núna, sko. Já. En sjáum samt tíman, það alltaf, Bjössi getur haldið, þetta óþægilegt út af tímanum. Núna hlýtur hann að vera að hugsa hvort hann getur drippið á D6. Hann getur að hann vill vinna bara P tilbaka. Ok, gera það. En hann líka... Einfalda tablið svolítið mikið. Já, einfalda tablið svolítið og drottning C2 kannski... Nei, ekki, ég segi svona. Drottning G7, en... Ok, hann getur ekki drippið á D6, leik bakkar þarna og heldur pressunni. En hlóni á H5, ég held að Bjössi sé að fara að vinna þetta, sko. Já, ég held að líka 0,2 sekúnd eftir á Braga. Já. En drottning A4! Hann mista drottning A4! Já, sætt. Það hefði bara unnið hrók. Já. Með skák og bara jólinn, maður. Já, og með þess að hinn hrókurinn á H5 hefði þetta líka. Ha! Og Bjössi, ha? Bjössi leikur af sér hróknum bara. Ha? Hann er alveg tómur. Já. Vá. Kall greið. Hann með mínútu eftir. Já. Þetta var sénsinn ef eitthvað var og núna 3-0 og við vitum það hreinlega það að þegar staðan er 3-0 það er eiginlega bara mikið. Það er aðeins erfitt að brúa það bíl. Bragi, já. Þetta var mjög fyrirlega skák. Mér fannst alltaf eins og Bjössi væri komin inn í sína stöðu og hann var það en hann náði bara ekki að beygja Braga. Bragi var að leika góða varnarleiki, var að halda þessu gangandi. Já, en það er nú, Bjössi veit alveg að það er engin ástæða fyrir því að leika sér hrók með mínútu eftir á klukkunum á móti 4 sekúndum. Nei, sjálfsög ekki, hann var náttúrulega bara að reyna að fella hann á tíma. Ég held að hann hafi bara glemt sér því að hann náttúrulega var nýbúinn að leyfa Drottning A4 skák. Já, en ég meina þú verður að vera, þú veist, með ákveð nákvæmni í svona stöðum. Já, þetta er auðvitað leika af sér þegar spennan er í hámarki, sko. Nákvæmlega. En þetta var mjög dýrt fyrir Björn, vegna þess að hann var með sína stöðu og hann var með frungu allan tíman. Já, hann þurfti úrslit þessari skák. Já. Getum alveg orðað þannig. Ég skil ekki alveg af hverju hann gat, náttúrulega, er það ekki farið bara í drottningkaup hann einhvern tíðan og dreifið bara P á H5. Já. Já. Er hann þá ekki, þá er hann einhverju allan P yfir og... Já, nákvæmlega. Við erum að fara í hlé og við komum að vörmuspori með seinni helmingin í þessu loka inn við kvöldsins. Takk, ekki fara neitt. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Við erum ekkert í fókus.
Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með Sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Jæja, þá fyrir við að byrja aftur. Við erum ljósleðara styrtir sem fyrr. Það hann sem að tryggir að við séum hérna í góðu netsambandi. Algjörlega. Þökk þeim. Þökk þeim. Og ég veit ekki annað en að Björn og Bragi muni hefja sína 4. skák innan skams. Já. Þetta búið að vera dramatískt hingað til. Algjörlega. Og heldur betur falli með Braga, já, það ekki hægt að segja annað. Þetta er nefnilega málið í þessum stuttu tímamörkum, þá er þetta oft þannig bara að ef að hlutinir fara úrskeiðis og átti einhverja 2-3 lélegar skákir, þá bara fellur þú svo ógeðslega langt aftan að. Það er svo erfitt að beisla tilfinningana þegar þú ert hérna allt í einu búin að tapa sko fyrsta skákinu og annars skákinni, svo ertu að pressa á fyrstu já, og séðan hrókur í hafið og það er bara. Já, þannig að nú mun reyna á Björn. Ég hef nú trúið því að hann muni nú vinna 4. skákinu. Ég trúi ekki að hann hérna. Já, en þrátt fyrir það er þetta bara svo erfitt. Já, ég meina komið tilbaka núna að þurfa að vinna 3 skákir í röð. Já, hann þarf basically að vinna 4 skákir í röð. Já, hann þarf allan að byrja því að vinna 3 til að jafna. Nákvæmlega. En það er 1 skák í einu, það er ekkert. Það er 1 skák í einu. Ekkert öðruvísi. En mér skilst að, já, við erum byrjaðir. E3 og hætt við skák út af þetta verður örugglega máslipp. Eða hvað? Vitlaust andstæðingur, já, ok. Já, það er einhver. Hvað, menn bara fara bara að blitza og hættir, eða? Hélt Björn að þetta væri bara upp í 3, eða? Nei, þeir hljóta að vera að ræsa sig í gang aftur.
Já, ok. Hvernig er þetta núna á... Þannig erum við. Já. Og þá er þetta vonandi réttur andstæðingur og... Já, Bragi með hvítt. Já. Þá spurning hvort við sjáum B3 aftur. Ég hugsa það. Eða E3? Nei, bara B3, það gekk svo rosalega vel á það. Já. Það ok. Smá töf á því að þeir hefði leik. Nákvæmlega. Þannig var borðið komið upp en klukkan fór ekki í gang. Já. Þannig að... Já, það er ekkert hægt að gera við þessu. En þá, já, spurningin er, ætlaði hann að leika E3? Nei, hann okkur. Ef að ég væri Bragi, ég myndi bara leika B3 aftur og vegna þess að þetta gekk allt upp hjá honum í þeirri skák. Já, líka bara að leyfa Biskup við C6 og ekki vera að taka með kalli og leyfa þennan struktúr. Já. Ég meina það var, við sáum bara hvað gerist í þeirri skák, ég meina það var bara allt sem hann vildi, sko. Ég man hann blettir í, sko, fyrir nokkrum árum þá var ég að tala um Björn við varandi einhverju svona byrjanir. Ok, þeir eru byrjar. H3 4 riddaratafl, hvað sagði ég? Ok. Þetta er komið maður. Ok. Eitthvað svona sull, en þetta er einfalda það, þegar ég var ekkert að stúdera fyrir að tafla með til Braga og þá skoðaði ég ákveði svona database og... Biskup B4, já. En ég meina H3 er svo sem ekki leikur, sko, en þú veist, ég er meira ef ég ætla að tafla svona 4 riddara hliðalínu rusl, þá ætla að leika A3. Já, sko, það sem hann er að gera núna er að hann er bara að segja stjórnlega að vera með svart, en þess að þetta er alveg þekkt í 4 riddaratabli að svartu leiki Biskup D6. Nákvæmlega, já, ég er með mjög góð úrslit í því nefnilega með svartu, þannig að hann er eiginlega tempóið með peða H3, en hann er svo sem ekki að tefla upp á neitt, sko. Nei, hann þarf bara jafntefli og þetta bara er fín byrjun í það. Já, og hann veit náttúrulega bróður sinn leikur hérna, en við sjáum að vandamáli hérna með það að vera með peða H3 er að svartu munleika G5 og ég er með ákveðna reynslu í þessum stöðum, tefli E5 sjálfur. Já, það er reynda góða punktur. Nú er Bjössi að fara að undirbúa G5. Já, þú veist, það er bara þekkt í þessum stöðum að þú ert búin að leika H3 sem hvítur og þú ert búin að stuttur okkur og svartur er ekki búin að stuttur okkur að G5 getur verið bara mjög óþægilegur út af við sjáum að H3 býr til svona ákveðin krók. Akkurat. Og hann vil bara leika G4 og taka með Biskup og hróku G8 og langkrókara og bara Akkurat. Og vaða á hann, sko. Þetta er mjög sniðugt. Já. Bjössi teldi svona skák á örmóti tefla daginn, þar sem ég var við hliðina á honum. Já. Og vann glæsilega. Já, og það er mjög gaman að segja frá því, en ég teldi á sama degi sömu byrjun með svartu og líka eitthvað svona G5 og við unnum báðir. Já, ok, glæsilega. Eitthvað stiga herri menn, þannig að okkur fannst það mjög fyndið að við teldi basic á sömu skákina, sko. Já, akkurat, já. Og þetta er skák, sko, Bjössi var að byrja að tefla svona, sko, fyrir 30 ára síðan. Eitthvað svona, hann tefla alltaf, sko, arkangelsk afbrigði í Spánverjunum og lék þá H6 og lék svo bara G5 þvert á það sem að menn voru að gera á þeim tíma, en í dag þá er þetta svona G4, G4 dót, þetta er mjög vel þekkt. Já, ég var reyndar ekki að stúdera þetta fyrir 30 árum, því miður. Nei, en Bjössi var að gera það. Já, en ok, við sjáum að parið er alltaf farið og Biskupinn á B6, hann styður oft mjög mikið sóknina þegar kemur að þessum hugmyndum. Og ég held að Bjössi mun vinna þessi skák bara sama hvað. Og ég held að Bragi, hann var að hrista hausinn hann aðeins, ég held að hann vita það sjálfur að hann er alltaf búin að tefla upp í hendunar á Bjössi að nú er Bjössi komin bara í sína stöðu, sko. Já. En ok, Biskup E... Já, en ég var með þetta að fara að punta það niður, að Biskup E2 fellur peðina, hann næri ekki coordinationin, en G4 og hengur hanna og sælir. Þetta er bara peð og... Þetta er rosalegt maður. Þessi, ég meina þetta er og við sjáum líka bara tíman ef Bjössi vinnur ekki þessa skák ok, fyrsta lagi þá var ég bara að fara það heim, skilur en málið er að, þú veist, hann þarf að vinna þessa skák hann getur ekki gefið Nei, hann vinnur þessa skák, það er ekkert vaðamál hann getur ekki fengið svona sens og líka sko klukkuna, sko Akkurat, núna hlýtur Bragi að vera naga sig í handabygginu, hann ekki bara leikið B3 í fyrsta leik eins og hann gerir fyrstu eða hennar annari skákinni Það er málið, menn þurfa að vita að þú getur ekki stuttrókura þegar svartur er ekki búin stuttrókura, sko. Með peð og H3. Núna, sko, ég er ekki vissum að, sko, Rittari C6 hafi endilega verið besti leikurinn hjá... Nei, en Biskup D7, ég meina, brýtur bara leppurina og menn eru bara slakir, sko. Jú, hlýtur að gera eitthvað svona list bara. En þú veist,
þetta bara svona, þú átt bara að þetta var hraðskák, það var með 40 sekundur, ætlar að gefa svona mikið færi á því að vera að detta svona mikið niður tíma, leiktu bara Bishop Dissi og teldu bara, skilur Já. Og það, ef þú ætlar reiknin að eyðileggja þessa stöðu, þá það að lenda í tímarækki sjálfur, sko. Já, fara spandari tímanum, ég hefði leikið Bishop Dissi fyrir 20 sekundum, sko. Ég veit ekki hvað hann að pæla. Hvað vesinni? Endurtafliða, peður, Já, ég veit ekki hvernig að reikna nákvæmlega. Já, þetta ekki óþarfi? Að vera drepa bara fyrsta orð sem við datt í huga er að þetta hlýtur óþarfi. Sko, D5 riddari C3, hann he has a point, skilurðu, en ég meina, já, hvað, drottning E1 Drottning E1 náttúrulega ég fyrir að segja mitt, sko. Já. Ég held að, með kóngin á E8 og þú vilt drepa eitthvað P og E4 sem einmitt opnar elurina. Já, þetta er svolítið óröggrétt, en já, minni bók meikar þetta ekki sens, sko. Skulum ekki útiloka neitt, ég meina, já, þetta er samt. Já, þetta er bara ekki rétt. Þetta er óþægilegt núna. Já. Nú er alltaf Bragi komin svona inn í þetta en hann á reyndar ekki mikinn tíma. Nákvæmlega, en þú veist, staðan var bara svo einföld á það. Þú ert peði yfir, þú þarft, ég sagði þetta á það, sko, þú ert peði yfir, þú getur bara að fara að einfalda. Og síðan færðu bara eitthvað endallega peði yfir og þá ertu bara sáttur, skilur þú. Já, mitt. Í staðin fyrir að vera að flækja stöðuna og leifa eitthvað svona sensa, sko, en ok, ég meina, hann stendur ennþá mjög vel, ekki að fara að ljúga eitthvað, sko, en það eru svona einhverjar ákvarðanir sem að okkur finnst búin að vera skrýtnar. En menn segja líka alltaf það, þegar menn eru á hliðarlínu, þá sér maður alltaf allt, sko. Þetta er bara frægur frasi á herra Ólafsinni, sko. Hann sér allt frá hliðarlínu, sko. Já, þetta er það rétt. Núna, náttúrulega lítur þetta mjög vel út hjá Bjössa. Og það er að segja, hann á bara að vera að tefla, þú veist. Bara að halda pressun á klukkunni, hvað leika bara kóngur B8 og bara, þú veist. Eða hann líka, flottur leikur. Já, glæsilega leikur og það er hún á C4 og þetta er bara og hann getur tekið á B2, gerir það ekki, ok, ég meina Akkur tók hann ekki B2? Já, ok Ég meina það er bara vinn Já, það er bara, það er líka bara tempo á D-unum og hefur það líka D-dribbi E6 það hefur verið hrókurinn tvöfalt verið onni og hefur unnið bara heilan hrók Akkurat, það er bara En ok, ég meina Það reynda verið onni á F7 framhaldunum Nei Já, bara hrókur F8 og eitthvað Já En ekki reikna En ok, riddari C5 Svo, já, ég meina hann leikur þarna og hér og bara hrókur GE8 og en bara slagir og riddari F5 hann er að leifa samt eitthvað en hrókur E6 kannski, það er bara að halda þessu Síðan sér bara að leika síðan Já, ég veit það ekki Ég meina, hann getur drepið á E5 eða ekki? Já, en er ekki onni á H6 í kjölfarið það? Jú. Gerir þetta svona og leikur hvað? Þetta er ekki 6 eða? Já. Og tekur sem bara FP eða eitthvað. Já, mér líst líka vel á þetta. Leika hérna og séðan bara, ekki leika hrókur þarna, heldur, já, H5, F3. Ekki drepa á G4 því að þá allir núna F4, en að leika kannski bara kóngur B8 og síðan... Já, nei, ég veit ekki. Líka riddari E2 skák getur verið leikur. Hann er samt búinn að vera að flækja þetta og núna sjáum við með tíman og þetta, þú veist, ég sé ekkert vinning hérna, skilur og... Jó, ég riddari E2 bara. Þetta lítur að vera kólnið. Ok, maður sjá. G5 og þetta er einhver fiskilíkt að þessum leik. Skákar, þarna. Hvað er að gerast? Ég veit ekki, hann getur drepið hann átti riddari G3 drepið skák kóngur G4, hrókur H4, kóngur F5, hrókur F4 mát það er gott að maður sé vakandi allavega, hrókur C6, hrókur C1 það er skák E2, nei, sorry, það er kóngur á G4 alls ekki já, ég er ekki vakandi ég maður skiptist á að vera vakandi og svoandi já, en hann gæti drepa á E5 hann og hrókur G5 og unni kallinn já en þú veist, það er svona 700 taktíkar sem hann er búin að missa núna já og þú veist hann er með 3 p á móti einu þarna, það er alveg eitthvað að gangi. Já, ég meina, er þetta ekki kólunni á hvítan núna? Ég meina, ég veist... Ég sé ekki betur. Ég meina, þetta er bara... Þetta er bara búið, hvítur er bara að vinna. Ég meina, þú veist, þetta er bara... Það er ekki hægt að horfa á þetta lengur, sko. Bara hróku G1,
Nei, hérna. Hrókur hafa þetta. Og hvað? Og bara drottning og... Já, alls ekki dagur hans Bjössa. Nei, miður. Þetta var slemmt ára skrifstofunni. En svona er þetta. Það má ekki vanmeta Braga. Já, ég held að Bjössi er bara að fara að rjúka út, sko. Nei, hann gerir það náttúrulega ekkert. Hann er sjóar í þessu og bara hitt ekki á sinn dag í dag. Nákvæmlega. Hann teldi vel en bara svona vantaði einhvern veginn aðeins upp á Já, hann átti sennilega að vera 2-2 hann. Já, hann átti sín færi en þetta bara stundum gengur þetta ekki upp og það er ekkert til því að segja, menn bara taka allt í henni rangar ákvarðanir. Já. Það er það sem að gerist hjá honum þarna á meðan að gekk eiginlega allt upp hjá Braga. Bragi mætti greinilega mjög vel undirbúinn til leiks. Já. Teldi bara virkilega vel í fyrstu tveimur sem hann vann og þar var hann greinilega búinn að stúdera Bjössa. Já, leikarna 2 B6 á móti Píramídanum. Já. Reyndar átti sennilega að tapa þeirri skák eða alla að vera í... Já, það var skáknum með 3. Það var náttúrulega, það var hrókur í hafið. Já, þetta var það skák sem Bjössi svona á góðum degi hefði Bjössi unni en það sem gerði til þeirri skák er að Bragi ná einhvern veginn alltaf að verjast og þeir áttu að sækja en nær aldrei sko að knésetja andstæðinginn. Já. Að þá sko svona verið einhver ákveðin örvæting og mér fannst það eiginlega að gera til Bjössi. Allt í hún bara misti hann öll tök á stöðun. Hann gat farið sem lúti í endatafl, peði yfir en hann misti öll tök á stöðun og leka sér rók bara og Já, það var bara, já, nákvæmlega sko. Síðan líka, er hans öðruvísi að vera að tefla sko í beinni og myndavælarinn er á manni og náttúrulega ég var að tefla á Íslandsmótinu í fyrra. Já. Og maður svona aðeins að stressast meira sko. Er ekki að sama að vera bara heima á sig með tónlistina í gangi og vera bara mjög slagur sko. Þetta er erfiðara, það er ekki spurning. En við ætlum að minna á viðureign næsta sunnudag. Já. Og þar kemur Bjössi Þorfinns með mér í stúdíóið og við ætlum að fara yfir næstu viðureignir. Já, þá klárast 8-mannaúrslitin. Nákvæmlega. Og förum í 4-mannaúrslitin eftir næsta sunnudag. Já. Og annars ætla ég bara að þakka ykkur fyrir að vera með okkur hérna í kvöld og... Já, við þakkum Sigurbjörn, gaman að hafa þig. Já, sömuleiðis, þakkum fyrir samfélgin í kvöld og bjóðum góða nótt. Góða nótt.